Þá förum við í mál númer 4 en það aðalskipulag Akureyrarbæjar Hólasandslína og það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen sem tekur aftur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsráðs 27. febrúar. Þar var lagt fram bréf Skipulagsstofnunar þar sem fram kemur að stofnunin geti fallist á breytingar á aðalskipulagi sem varða færslu Hólasandslínu 3 sunnan flugvallar sé óveruleg en að bæjarstjórn þurfi að taka efnislega afstöðu til þeirra atriða sem fram koma í fyrirliggjandi umsóknum. En varðandi breytingarnar þá gert ráð fyrir að Hólasandslína 3 færist 100 til 130 metra til suðurs á 600 metra kafla við suðurenda flugbrautar Akureyrarflugvallar. Þverun vestustu kvíslar Eyjafjarðar færist lítillega til suðurs vegna þessa. Ástæða breytingarinnar að núverandi lega strengsins innan skilgreins resasvæðis sem geti valdið því að tenging við aðflugsljós detti út og þannig takmarkað aðflug suðri. Einnig talin hætta á því að segulsvið frá jarðstrengnum hafi áhrif á tæki og búnað flugvallarins með þeim afleiðingum að aðflugsgeisli gefi rangar upplýsingar. Langar svona aðeins að rétt að renna yfir umsagnirnar sem að bárust og svörin í leiðinni svona aðeins til upplýsinga. En Isavia benti á að það geti verið skýrar að gera grein fyrir því hvar þessa svæði og þetta verður lagfært í greinargerð aðalskipulagsbreytingar. Fiskistofa var ekki með neinar athugasemdir en benti á að framkvæmdir séu háðar leyfi Fiskistofu. Það engin önnur viðbrögð en að leyfi Fiskistofu þarf að liggja fyrir áður en framkvæmdarleyfi verður veitt. Náttúrufræðistofnun gerði engar athugasemdir en benti á að stofnunin telja framkvæmdir við strenginn eigi að fara fram utan varptíma og það raski verði haldið í algjöru lágmarki. Þetta umsögnin verður höfð til hliðsjónar við afgreiðslu framkvæmdarleyfis fyrir framkvæmdina við Hólasandslínu. Óshólmanefndin gerði heldur engar athugasemdir en leggur áherslu á að aðeins verði einn vegslóði sunnan við flugvöllinn að loknum framkvæmdum. Þá minnt á stefnu verndun vistkerfa og vakin athygli á að vegna fuglalífs sé mikilvægt að velja réttan framkvæmdatíma. Umsögnin verður höfð til hliðsjónar við afgreiðslu framkvæmdarleyfis við framkvæmdum við Hólasandslínu. Umhverfisstofnun gerði ekki heldur neina athugasemd en benti á að það svæði sem mun liggja sig votlendi og falli því undir fyrsta lið 1. málsgrein 61. grein laga nr. 60 frá 2013 náttúruvernd og forða skuli röskun nema vegna brýnna almannahagsmuna. Að mati skipulagsráðs brýna almannahagsmuna að ræða þar sem breyta þarf legu strengsins vegna uppsetningu á nauðsynlegum leiðsögubúnaði fyrir flugvöllinn. Við afgreiðslu framkvæmdarleyfis vegna framkvæmda við Hólasandslínu 3 verða gerðar ráðstafanir til að lágmarka áhrif á það svæði sem strengurinn liggur Verða fyrirliggjandi umsagnir hafðar til hliðsjónar við afgreiðslu málsins. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga að umsögnum efnisatriði verið samþykkt og skipulagssviði verið falið að senda lagfærð gögn til staðfestingar Skipulagsstofnunar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þá ber ég málið upp til afgreiðslu og þeir sem geta samþykkt tillöguna vissanlega gefi merki og það eru 11 samhljóða atkvæði.